Við á stóra fjölskyldu í orgelhúsinu. Stærstur í flautufjölskyldunni hann bassi. Og svo kemur Tumi, háaðabelgurinn. Oktavía var einmitt að velja pípur til að syngja fyrir sig. Nú valdi hún prinsinn og prinsessuna sem standa fremst og fólkið í kirkjunni sér langbest af öllum pípunum í orgelhúsinu. En gaman! Sif-litla var að rifna monti og söng með hinum pípunum af hjartans list. Lítil saga úr orgelhúsi tónlistarævintýri. Verkið kemur út sem myndskreytt barnabók og með fylgir geisladiskur þar sem sagan lesin og tónlistin flutt. Sagan eftir Guðnýju Einarsdóttur, organista. Tónlistina gerði Michael Jón Clark á Akureyri og myndskreytingar gerði Fanney Sizemore. Ég hélt að það myndi ekki vera mikið mál, en svo þegar ég settist niður og ætla að gera þetta þá bara uppgötta hvað ég var komin í. Þetta sko náttúrulega, þú með bara með 2 hendur og svo með fætur. Og þú oftast hefur orgel 2 hljómborð, alveg upp í 7. Þannig að sko ein rödd getur verið á einu hljómborði og svo ein rödd getur verið petaborði og svo annað getur verið hitt. Og þegar með sögu það sem koma kannski 10 manns fyrir eða karakterar, þá verður það svolítið flókið. Einhverju máli að þú syngir með okkur, ha? Nei, það heyrist bara alls ekki neitt í þér. Aftur á móti, ég get sungið langhæst. Var það skemmtilegt verkefni? Jú, þetta ákvæmlega skemmtilegt. Leið og ég las þessa sögu hennar Guðnýju Einarsdóttur, þá fannst mér bara persónur bara koma bara út úr blaðinu og það var svolítið skemmtilegt að því að sko þær voru svona mjög misjafnar. Það var sko náttúrulega sakleysið uppmálað, litla orgelpípan og svo verður svona 2 svona nöldu kettlingar og þá var það svona frekjustrákurinn sem finnst hann verið bestur, það kom öll þessi persónuleiki. Og þá fór ég bara að reyna að finna svona bæði hljóð sem pössuðu og svona rytma og stef. En börn eru kröfuharður hlustendahópur. Já, og við erum búin að náttúrulega að fínpússa þetta og við erum búin að endurskoða þetta, ég held bara 1.000.000 sinnum, stytt og svoleiðis, en höfum alltaf í huga, við verðum að halda athygli. En svo leið og við sýndum í fyrsta skiptið í apríl, þá bara gekk svona brúðuhópur inn í kirkju og einlega hlustaði gjörsamlega allan tíman, þannig við þurftum ekki að ágjur. Á laugardaginn verða útgáfutónleikar í Akureyrakirkju klukkan 13 og 14:30 og aðgangur ókeypis. Hugsa sér, Oktavía vildi frekar heyri Sif-litlu en honum. Þetta allt þér að kenna, Tumi, sögðu allar flautufrænkarnir í kór. Nú vill Oktavía kannski aldrei spila okkur aftur. Þú ætti bara að skammast því. Nú ætlum við að drífa okkur á stað að leita að Sif-litlu.